Já, hugmyndin að smíða svona mótor eins og hérna hér og þetta það sem þarf hérna. Þetta svona bara 12 mm dílaefni, timbri, 13 mm snitthæð, blikk sem búið að beygja, þunnt blikk svona og þeir seglar hérna og síðan messingplata, ræðir á snitthæðnin og stífur og yfir til að verja. Þetta svona það sem við þurfum að hafa í þetta verk. Við byrjum að smíða hérna beisplötuna, mæliði 23 hingað inn á, hér þetta lítið strik. Síðan getið þið tekið saugina hérna og notfært ykkur að í skaftinu þar vinkil. Þannig að ef þið notið þessa hlið hér, þá eru komin hérna með vinkil hérna, 90 gráður hér, svona. Eða þá þið getið bara að náða ykkur í svona venjulega vinkil og setja bara hérna við og strika það hérna beinstrik, 90 gráður. Og síðan tækið ég bara saugina og festið ykkur spýturinn með þvingu eða fótinn og náðu eitthvað og áttið ykkur á því að þegar þið ýtið frá ykkur þá sagar hún, ekki og reynið að hafa hana beina, ekki halla blaðinu, ekki halla það svona og ekki svona beint og síðan sagar hún létt lítið. Svona, búið að saga og þú þurfum að snirta hérna, snirta blúðuna begge megin. Þetta raspur og hann vinnur líka bara þýtti honum frá ykkur. Frá vinnur hann. Raspiði hérna kantinn aðeins, begge megin. Síðan fáðu ykkur sandpapír. Áttu ykkur að það er 200 sandpapír. Og þetta smergeljereft sem þetta hérna, svona tau hérna. Og svo þessi venjulegi hérna sem bara bréf. Þetta rífa hann bara eins og þið viljið, bara svona. Smergeljereft rífið þið bara eftir sömnum. Svona. Og þeir eru báðum nummer 120. Það því það kollnastærðin svo sama í þeim. Hærri tala, það var að fínni. Já, þegar búið að raspa hérna, þá púsum við þetta með sandpapír. Smergeljereftinu eða bara venjulega pappírnum, bréfinu. En hann algengastur, það sem ég notið er að mála vegg og spaðsli, þá notið ég svona bréf og eins bara í tré yfirleitt. Og þegar þetta voru svona mjúkt og fínt, enginn hætti að fá flís, þá bara þessi beis plata tilbúin.